herinn bara færi alveg og svo kæmi hér stríð. Hver var í skotmörk í slíku stríði? Það voru allir alþjóðlegir flugvellir á Ísland. Það var alveg svo Ronald Reagan sagði á sínu tíma að Ísland var í ósökkvandi flugmóðurskip í Atlantshafi. Þannig að þetta er hernaðarlega mikilvægt land með flugvelli, hvort sem að hér er her með viðveruð ekki. Þannig að það er barnalegt að halda að ef að bara herinn fer að þá muni enginn koma hingað og þess vegna finnst mér þetta svona hugsalega eins og bara gagnvart Reykvíkingum aukin rök fyrir því að færa flugvöllin úr Vatnsmýrinni vegna þess að þá er Reykjavík að minnst ekki skotmark ef til stríðs kemur vegna þess að allir flugvellir sem eru með langar flugbrautir í Reykjavík er það 2000 metra flugbraut þeir verða sjálfkrafa skotmark í svona átökum. Já, maður var náttúrulega líka allir áhugavert samt sem að maður var að sjá í gær í fréttum að Kristrún var að gera Dag B. Eggertsson úr aukaleikara í aukaleikara með því að segja að ekki nóg með það að flugvöllurinn verið festur í sessi heldur það ætti að fara að byggja nýja flugstöð við flugvöllin sem að mér þótti alveg svolítið sérstakt. Hvað allir Degi finnist olíuleit? Ég þykist vita hann sé mjög mikið á mótinni. Já, það er þá ennþá meiri hvatning til Kristrúnar að fylgja olíuleitinni. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.